fólkið og velkomin með mér í Klettur. Nú, hvar haldið þið að ég sé staddur þessa stundina? Getið þið nú? Er ég einhverstaðar fyrir austan eða norðan eða vestan eða jafnvel fyrir sunnan? Nokkuð til í því. Ég sem sé komin til Grindavíkur. En Grindavík hefur verið talsvert í umræðunni, ekki síst fyrir austan undanfarna daga og vikur. Nú, hér eru aðal bækistöðvar fiskiðjunnar Vísis. Nú, fiskiðjan er líka með starfsemi á Djúpavogi og á Húsavík og á Þingeyri og hverjum stað vinna það bil 50 manns. Nú hafa stjórnendur fyrirtækisins ákveðið að sameina alla starfsemina hér í Grindavík. Þeir segja að það sé mikilvægt bara til þess að fyrirtækið geti dafnað á komandi árum. Þetta gerist yfirleitt á þeim tímapunkti þegar einhvers staðar kreppir að í rauninni og eins og núna eru þannig aðstæður, það er búið að vera kreppa núna í nokkur ári í Evrópu. Þannig að markaðirnir eru tiltölulega erfiðir núna, verðin hafa lækkað og aukinn þorskkvóti í Barentshafi, þannig að þetta eru aðstæður sem við erum að keppa við og þá leið verðum við að bregðast þannig við að það er að stækka einingarnar og minnka kostnað. Er þetta í raun og veru nauðsynlegt fyrir ykkur bara til þess að lifa af? Já, við skulum ekki segja að við séum nú alveg komnir að fótum fram en það er alveg ljóst að breytingar á rekstratölum frá á milli ára kalla á það að við verðum að bregðast við. Það er alveg ljóst. Annars færi illa til lengri tíma litið? Til lengri tíma litið, já, klárlega. Og það er ekkert þannig í aðstæðunum, þá er ég að tala um markaðunum þannig, einhver stóra breytingar framundan sem að koma til með að hjálpa okkur í þessum efnum, sko. Það kom okkur mjög óvart. Við fengum ekki þessa tilkynningu fyrir 1,5 tíma áður en að þetta fór í fjölmiðla, þannig að auðvitað kom þetta okkur mjög á óvart. Nú veit ég það að þið stjórnendur sveitarfélagsins hafi nánast lagt nótt við dag síðan að þetta kom upp á borðið til þess að leita leiða til lausnar. Hafið þið fundið einhverja leið? Já, það má alveg segja það að við munni alveg linnulaust að þessu. Það er orðið núna hálfum mánuð síðan að þetta fór í lofti og við höfum unnið alveg linnulaust að þessu og verið meðal annars hér í Reykjavík til þess að hitta hlutaðeigandi aðila og fara yfir stöðuna til að reyna að átta okkur á hvar við erum staddir. En við ætlum að ganga bjartsýnir til þessa verks og reyna að ná því besta sem hægt er út úr stöðunni. Og ég á von á því að máli skýrist frekar í næstu viku en þá munum við eiga frekara samtal við þingmenn kjördæmisins og byggðastofnun og ég ætla að vona að koma eitthvað almennilegt út úr því, vegna þess að þetta er auðvitað mál sem verður að taka föstu tökum og mikilvægt fyrir íbúana, ekki síður starfsfólkið, að fá skýr svo sem allra fyrst við því hvað þarna verður gert. Það er skiljanlegt að Djúpavogsmenn séu sárir, ekki síst vegna þess að þeir hafa siglt beitivind undanfarin ár. Raunar kunna Djúpavogsmenn líka að bregðast við andbyr, þar sem þeir fengu álíka skell í byrjun aldarinnar þegar fiskimjölsverksmiðjunni þar var lokað einn góðan veðurdag. Þar með fóru 18.000 tonna veiðiheimildir á uppsjávarfiski í önnur byggðarlög. Þessi skellur kostaði Djúpavogshrepp stórar fjárhæðir, en stjórnendur sveitarfélagsins náðu að vinna samfélagið út úr vandanum. Búlandstindur var með öfluga útgerð og fiskvinnslu á staðnum, en Vísir eignaðist það fyrirtæki síðustu aldamót. Þar með var Vísir komin með tök á unganum úr fiskveiðiheimildum Djúpavogs eða 90% heimildana. Starfsemi þeirra á Djúpavogi hefur verið hjarta staðarins og sömu sögur að segja frá Húsavík og Þingeyri. Við skulum fara nokkra mánuði tilbaka í tímanum og heyra hljóðið í Djúpavogsmönnum áður en vísismenn ákváðu að skella þar í lás. Ég hef áður sagt að mér finnst þéttbýlið hérna á Djúpavogi vera eitt fallegasta bæjarstæðið á Íslandi og ég hef ekkert breytt skoðun á því. Nú, það er ekkert óalgengt þegar maður kemur á staði í hliðstæða Djúpavogi, þar sem allt byggist á sjávarútvegi, að það sé svolítill barlómur í fólki, það vantar meiri atvinnu, fólkið er að flytja í burtu.
Hérna þessu akkurat öfugt farið. Það fjölgar stöðugt fólkinu, þannig að það liggur að horfi til vandræða. Til dæmis leikskólinn búinn að sprengja utan á sér og var hann þó byggður vel við vöxt á sínum tíma og það ekki fyrir löngu síðan. En hvernig skyldi standa á þessum öra vexti á Djúpavogi? Ég held að það sé nú þetta, við erum vel í sveit sett hvað varðar fiskimið og ferðamennsku og svo hefur sveitafélagið sömuleiðis lagt sig fram að koma til móts við barnafólk sérstaklega. Ég held að það skýri nú svolítið hvernig á því stendur að börnum að fjölga svona mikið. Er það tilfellið að tiltölulega nýbyggður leikskóli sé sprunginn? Já, þetta nú luxus vandamál sem við stöndum frammi fyrir og vildu eflaust margir vera í okkar sporum en þetta tilfellið. Það að fjölga svo hjá okkur að við erum einmitt að velta því núna fyrir okkur hvernig við bregðumst við. Er uppistaðan í atvinnu fólksins, er það fiskvinnsla og útgerð? Sjávarútvegur náttúrulega hryggjarstykkið í þessu hjá okkur. Ferðamennskan hefur farið vaxandi núna undanfarin ár og ýmis smáiðnaður og svo náttúrulega rennum við hýr og auga til fiskeldisins sem að fara af stað hérna. Þeir eru konum með núna í sjó rétt rúmlega 300.000 seiði. Þannig að það lofar mjög góðu. Er þá væntingar til þess að það skapi líka vinnslu í landi? Já, ef áætlanir þeirra ganga eftir þá erum við að horfa í allavega 20-30 störf innan ekki mjög langs tíma. Og hafið jafnvel verið svo staða að ykkur hefur vantað fólk frekar en hitt og fyrir vikið hafa komið hér margir útlendingar og sest að. Hvernig hefur gengið að samlaga þessu fólki Íslendingum? Já, þetta sem þú kallar útlendinga eru náttúrulega bara orðnir íbúar hérna núna og við erum með það byrjum 8% íbúana eru af erlendu bergi brotnir og það hefur gengið mjög vel. Skiptir náttúrulega svolítið máli leið og fólkið á börn í skóla. Það breytir töluverðu en þetta hefur gengið mjög vel. Þetta fólk hefur þá aðlagast heimamönnum en ekki einangrað sig sem sér hóp? Já, það hefur gert það. Það mætti náttúrulega blandast meira en þar held ég við báða að sakast. Eru þið svona náttúru? Er eitthvað svona fjörgandi í umhverfinu? Ég hef stundum sagt að þetta sé eitt fallegasta bæjarstæði landsins, dölúðin í klettunum og fjöllunum í kring. Hefur þetta fjörgandi áhrif á fólkið? Þegar þú ert bjartsýnn, þá viltu eignast börn og ég held að fólk hér almennt sé bjartsýnt og telji sig ekki hafa ástæðu til neins annars. Menn að tala kraftinn upp á Snæfellsjökli en ég held að sé mikill kraftur úr Búlastindinu líka. Við meina það. Hér bara gott mannlíf og ég held að eina af skýringunum af þessu sé það að sveitarfélagið hefur viljað leggja áherslu á að byggja hér fjölbreytta starfsemi og styðja við fjölbreytta atvinnustarfsemi, lítil og meðalstór fyrirtæki og við höfum lagt ofur áherslu á að byggja undir þjónustu fyrir ungt fjölskyldufólk og ég held að með að leggja áherslu á fjölbreytnina að þá séum við að sé þetta skila þessu meðal annars. Við höfum verið algjörlega mótfallnir því að leggja áherslur á einhæfar stórar atvinnulausnir eins og inn á miðsvæðinu, við getum nefnt dæmi eins og álverið. Við höfum engan áhuga að búa til sveipaða samfélag hér eins og þar í kring. Er kannski meginskýringin svo að hér hefur fólk ekki setið og beðið? Það er nákvæmlega það. Og ég hef verið þeirra skoðunar að það sé stór hættulegt að vera að bjóða fram svona stóra lausnir, svo situr bara fólk og bíður og með því myndi ég segja, drepið frumkvæðið niður í fólk. Alla daga frá 7:30 til 7:30 og laugardaga, undanfarna laugardaga líka. Það er ekkert annað? Þannig að menn eru bara ánægðir með það. Nógur fiskur í sjónum? Greinilega, nógur fiskur í sjónum. Og er þetta þá ykkar bátar sem eru að fiska fyrir ykkur? Já, þetta eru eingöngu bátar frá Vísi. Sem eru hérna á línu. Þannig að við erum alltaf bara að vinna besta hráefni. Fyrsta hráefni af línunni? Já. Það er þetta margt fólk sem er að vinna hjá okkur? Hér á Djúpi erum við með 50 manns. 50 manns? Það eru 50 manns sem að starfa okkur, þannig að... Það nú þarf ekki að spyrja því, það eru allt saman harðduglegir Íslendingar, ekki satt? Þetta er allt harðduglegt fólk, en nei, Íslendingar, það er sennilega kringum 20 Íslendingar
og svo kemur fólk frá Póllandi og Filippseyjum, Honduras og fleiri stöðum, þannig að það alls staðar en mjög gott fólk. Sem sagt meiri hlutin kemur erlendis frá? Já, meiri hlutin kemur erlendis frá. Er það fyrir að Íslendingar séu hættir að vinna í fiski? Já, það lítur út fyrir að þannig. En svo kannski það þannig að það kannski líka erfitt að fá fólk til að flytja út á land. En svo ég segi það, alveg saman hvað gott fólk kemur. Þannig að hér vinna allir bara í sátt og samlyndi og samfélagi lítið en mjög gott. Ég er búinn að vera 3 ár hérna og svo ég blott fyrir norðan. Svo ég kom aftur hérna 2004 og var að sjeldin hér. Kannt sem sagt vel við þig á Djúpavogi? Já, mjög gott. Ertu með fjölskyldu? Já, ég á 3 börn. Og líður ykkur vel á Djúpavogi? Já, það er mjög vel bara. Já. Það er mjög þægileg. Það er fín staður, sko. Og hvaðan kemur þú? Ég er frá Filippseyjum. Komin til Djúpavogs? Já, ég kom hérna 1999 og ég verið 13 ár í Djúpivogi. Og kannt vel við því? Er gott að vera hér? Já, það er mjög gott að vera hér. Ég elskar mikið hérna. Og ætlar að vera áfram? Ég hugsa það. Ég er frá Honduras. Kemur allavega frá Honduras? Já. Og hvernig kom það til að þú komst til Íslands til þess að vinna? Så ég kom fyrst hingað í eins og skiptanemi og var 1 ár á Hveragerði. Svo fjölskylda sem ég var með í Hveragerði flutt hingað og bjóða mig að koma hér og flytja hingað. Og þú var slegið til? Já. Þú búinn að vera lengi hérna á Djúpavogi? Já, ég er búinn að vera 13 ár. Og allt þannig að tala ágæta íslensku? Svolítið. Og eftir þeirra tíma þá þarf allar að spyrja og þið líður við þeim og kannt vel við? Já. Þetta er bara fyrir mig besti staður til að búa. Já. Ert þetta með fjölskyldu? Já, ég á 2 börn. Og gott að vera með börn á Djúpavogi? Já, mjög gott. Það er náttúrulega orðið stór hluti orðin erlendir verkamenn og flestir þeirra koma frá Póllandi og því miður, ég veit ekki hvort ég á að segja því miður, en það hefur verið bara þróunin í rauninni að Íslendingum fækkar sem starffólk í fiskvinnslunum. Þeir sætta sig ekki við að vinna í fiski? Ég veit ekki hvað er. Hefurðu hlutfallstölur? Hvað er hlutfallið? Er kannski 3 af hverjum 4 sem eru að vinna í vinnslunni hjá okkur erlendir verkamenn? Já, ég held að getum eiginlega sagt það, sé þannig, já. Hefur ekki gengið betur að manna með Íslendingum eftir að kreppan kom og atvinnuleysi jókst? Ég hef ekki séð mun til dæmis með fiskvinnslunar, en varðandi mönnun á skipunum, það hefur breyst mikið. Við vorum komnir í það far þegar allur uppgangurinn var, ef við köllum það, þegar bólan var, að þá var orðið erfiðara að fá íslenska sjómenn á skipin því að þeir höfðu oft á tíðum góð störf í landi. En svo snerist það svolítið við núna eftir kreppun okkar. Hér erum við með nemendur frá, það er stúlkarnir frá Honduras og við erum með 2 pólska nemendur og stúlkur frá Ungverjalandi og svo er ein íslensk stúlka, þetta er 3. bekkur. Svo erum við með 9 börn, íslensk börn í 2. bekk og kennum þessu saman. Hvernig gengur það samræða þetta? Það gengur upp ofan, það gengur bara vel, en það er stundum sem að maður þarf að kannski vera með svona myndrænni, hafa þetta myndrænna. Nú hérna á Djúpavogi er að sjálfsögðu matvöruverslun, stór og mikil og gott vöruúrval. Við skulum kíkja þarna inn og sjá hvað er til, því þarna þarf náttúrulega ýmislegt að vera til, því þetta er nánast eina stóra dagvöruverslunin á staðnum. Þannig að þið þurfið þá að standa ykkur í stykkinu og eiga helst allt sem að fólk vantar. Já, við þurfum að gera það. Og hvernig gengur það? Það gengur svona ágætlega. Ég held við séum að standa okkur bara mjög vel.
Svo umræðið alltaf að koma upp af og til hér á landi að það sé rétt að selja áfengi í matvörubúðum bara til að spara fólki sporin, geti gert hvorutveggja leiðinni að kaupa í matinn og vínin með matnum. Nú auðvitað eru íbúar hér við Djúpavog langt á undan sinni samtíð. Hérna í miðri matvöruversluninni að sjálfsögðu ríki. Við skulum kíkja inn og heyra hljóðið í afgreiðslukonunni. Góðan dag. Góðan dag. Hvernig gengur í ríkjunni í Djúpavogi? Bara mjög vel. Þessi verslun búin að vera hérna lengi? 2002. Svo var opnað? Já. Og opið allan daginn, alla daga? Ekki allan daginn. Það opið frá 4 í sumar og 1 á hösta til 6. Og eru þið með svona öll algengustu vín? Þetta 100 tegunda búð. 100 tegunda búð? Já. Vinsælustu vínin þessa dagana? Það rauðvín, hvítvín og bjórinn. Frá Djúpavogi skulum við bregða okkur til Breiðdalsvíkur. Samfélagið þar hefur átt á brattan að sækja á undanförnum árum eftir að fiskvinnslu staðarins var lokað. Það þó engin uppgjöf í fólkinu þar. Í fyrra var auglýst eftir fólki sem hefði hug á að setjast að í fallegu umhverfi með góðu fólki til að skapa vaxtarbrot í athafnalíf staðarins. Það þetta svona tilraun, vekja athygli á byggðarlaginu og hugmyndina sóttum við höfum séð undanfarið auglýsingar frá norskum sveitarfélögum þar sem við höfum að bjóða upp á gull og græna skóga og Íslendingar margir hverjir farið þangað. Og það talið upp fjöldin allan á störfum og hvað þetta heitir. Og þá kom þessi hugmynd upp hér að af hverju myndum við bara ekki auglýsa eftir fólki. Þó svo við höfum ekki kannski með störfin, þannig sé í hendi. En þetta sannlega störf sem vantar í byggðarlagið og okkur vantar fólk. Fólki hefur farið fækkandi þannig að menn eru svona velta fyrir sig þetta getur verið ný leið í því að bara láta vita því. Auglýsingin komin í loftið einhver viðbrögð? Já, bara nokkuð góð viðbrögð. Það komið fyrirspurnir og póstar og símtöl og þess aftar þannig að aldrei að vita nema eitthvað gerist sko. Þið eru sjálfur sér ekki að biðja fólk að koma hér og þið ætla ekki að rétta allt upp í hendurnar á þeim. Þið eru kannski að fá fólk sem er tilbúið að skapa sér eitthvað sjálft. Já, það var kannski hugmyndin og þess vegna var það sem við töldum upp í störfum þá með ránum hug sett þarna skapandi greinar ýmsar sem voru taldar upp fyrst og við horfum á þannig að hér eru byggðarlag þar sem allt til aðs í svona grunnþjónustunni en þarna tækifæri fyrir réttaðala að koma inn í lítið samfélag og þeir sem koma inn í svona samfélag þeir sannarlega geta tekið þátt í því að byggja það upp og það bara flott áskorun líka fyrir einhverja að koma inn í lítið þorp sem hefur átt í ákveðnum vanda en á fullt að tækifærum. Þróunin í íslensku sjávarútvegi á sér margar hliðar þegar grannt skoðað. Það var dagskipunin í lok síðustu aldar að það þyrfti að fækka fyrirtækjum í útgerð og vinnslu samhliða skertum aflaheimildum til að gera sjávarútveginn arðbærari. Þetta hefur gengið eftir í meginatriðum. Uppskeran stór og öflug sjávarútvegsfyrirtæki sem eru aflvakar hvert í sínu byggðarlagi en önnur byggðarlög eru rjúkandi rúst. Strandveiðar voru settar á til að bæta úr þessu, en afli þeirra fer í flestum tilvikum á markað og þar ræðst hvar aflinn fer til vinnslu. Þá koma flutningabílarnir til sögunar. Þeir krossa landið á hverri nóttu með fisk til vinnslu víðsvegar landið. Við skulum taka eitt lítið dæmi. Vísir sendir fisk til vinnslu milli sinna vinnslustöðva. Oft á tíðum fara bílarnir frá Grindavík með fisk til Suðureyrar. Þar fiskurinn tekinn til vinnslu en síðan afurðunum ekið aftur til Grindavíkur og þaðan fara þær til útflutnings. Hausarnir, dálkurinn og annar úrgangur fær einnig enn eina ökuferðina nú til þurrkunar á Reykjanesi. Flutningskostnaður á hráefni til vinnslustöðva Vísis í 4 landshlutum 400 milljónir króna á ári. Það því ekki að undra þótt stjórnendur fyrirtækisins vilji hagræða. Við sjáum fram á það að fjöldi starfsmanna á Djúpuvogi muni eitthvað skreppa saman eða fækka að einhver leyti. Varðandi fiskeldi, þar náttúrulega bara að fara af stað í, atvinnugrein, eða ekki
sem við bindum allavega vonum við að það allar aðstæður þar fyrir hendi að þetta geti vaxið og dafnað og við trúum því ennþá, klárlega. Auðvitað við erum búin að vera núna 15 ára á Djúpavogi og við höfum alveg séð sveiflur þarna upp og niður og alls konar, það hafa komið alls konar dýfur á þessu tímabili og við skulum segja að þarna sé nú á ferðinni einhver dýfa en ég vil nú meina að þarna menn eigi geta komið tilbaka með, eins og ég segi, ef að fiskeldi næra vaxa og dafna. Það fiskeldi númer 1, 2 og 3 sem gæti fyllt upp í þetta skarð. Já, svona við erum allavega að horfa á það og þeir hafa þarna það hvað ég segja, stór leyfi eða geta í rauninni hafa leyfi til að rækta það mikið magna fiski að ef að það allt gengur eftir þá erum við konum með stórverkefni í rauninni fyrir húsin þar. Eins og áður hefur komið fram þá hefur samþjöppun í sjávarútvegi verið að gerjast á undanförnum árum. Fiskvinnslum hefur verið lokað hér og þar og eigendur þeirra hafa farið með kvótan þangað sem þeir telja arðvænlegra að gera út og vinna fisk. Nú bátar með þessum nöfnum sem við sjáum hér réru eitt sinn frá Grenivík. En stjórnendur Grýtubakkahrepps áttu góðan varnarleik þegar kvótaflakkið kom upp. Þeir keyptu kvóta og hafa þannig tryggt fiskvinnslu á staðnum. En á mörgum sambærilegum stöðum hefur fólk setið uppi atvinnulaust eftir að fiskvinnslurnar hafa lokað, en á seinni árum eru fyrirtækin farin að bjóðast til að taka fólkið með sér, svona rétt eins og dauðar vélar. Hér stór og mikil blokk í Grindavík. Aðeins ein íbúð hefur verið nýtt á undanförnum árum. Íbúðalánasjóður eignaðist húsið eftir að verktakinn sem byggði komst í þrot. Nú hafa útgerðarfélög í Grindavík keypt húsið fyrir sitt fólk, væntanlega nýbúa í Grindavík eftir að vinnslustöðvunum á Þingeyri, á Húsavík og á Djúpavogi hefur verið lokað. En það alveg ljóst að það búið að ræða margt á þessum tíma sem við verið að funda með hlutaðeigandi aðilum. En þetta mun skýrast enn frekar í komandi viku og þá vonustu til þess að geta gefið einhver skilaboð og það verið jákvæð skilaboð og við erum auðvitað að vinna með það. Jú, maður skilur klárlega þessar aðstæður og það að fólk sé hrætt við það sem koma skal. En á móti kemur undirstrikaði það sem við höfum í rauninni sagt áður að við ætlum ekki að hlaupast frá eða hlaupast undan ábyrgð og það verður reynt allt sem hægt að gera bæði og erum í því núna að draga að önnur verkefni og erum nú þegar með samninga þar að lútandi og verðum núna næstu vikur og mánuði alveg eins leggjum allt kapp á það að finna önnur verkefni til þess að halda þarna áfram einhverju vinnu. Vísismenn hafa lýst yfir vilja til þess að leggjast á árarnar með stjórnendum Djúpavogs, Norðurþings og Þingeyrar til að koma atvinnulífi staðana aftur á skrið eftir að vísisstöðvunum á hverjum stað verður lokað. Við komum klárlega til með að landa áfram á Djúpavogi. Okkar fiskibátar í rauninni þeir elta fiskinn og þannig að við munum landa áfram á þeim stöðum þar sem við erum bara næst. En varðandi breytingar á þessum áformum getum við rauninni ekkert sagt ennþá. Við erum að fara yfir öll málin og þetta eru áætlanir eða áform og þau eru náttúrulega ekki sett fram öðru svona að menn meina eitthvað með því. Það bara þannig. Ef við ætlum að keppa við frændur okkar og alla þá sem í veiðum og vinnslu á fiski, þá þetta óhjákvæmilegt, já. En þú samt sem Austfirðingur skilur kannski svolítið sárindi heimamanna? Já, algjörlega og eins og ég segi, þetta saga sem hefur orðið, eða þetta hlutir sem hafa gerst við land og ég skil það. Nú margir sveitarstjórnarmenn vítt og breitt landið, menn sem eru að stjórna sveitarfélögum hliðstæðum við Djúpavog sem byggja allt sitt á sjávarútvegi, eru ósáttir við þá þróun sem átt hefur sér stað í tengslu við hagræðingu í íslenskum sjávarútvegi á undanförnum árum. Á mörgum stöðum hafa menn vaknað upp við það einn góðan veðurdag að búið að skella í lás í fiskiðunni, aðal vinnustað staðarins. Nú með það fer fólkið í burtu og atvinnulíf, allt athafnalíf á viðkomandi stöðum leggst í dróma.
Nú, þeir sem tala fyrir því að þessari þróun verði snúið við vilja að kvótinn verði að einhverju leyti staðbundinn og þeir skora á stjórnvöld, alþingismenn og ríkisstjórn að kippa í taumana. En það ekkert launungarmál að menn hljóta vera orðin hugsi yfir þessu fiskveiðistjórnarkerfi sem við búum við að ekki skuli vera með einhverjum hætti tryggðar aflaheimildir í byggðunum og ég held að þingmenn hljóti nú að vera farin að sjá það að menn verða að fara að taka þessa umræðu mjög alvarlega. Þessi samþjöppun, hún náttúrulega í hæsta máta óeðlileg og hún hefur ekki heillavænleg áhrif á byggðaþróun í landinu. Það held ég að sé hverju manni orðið kristaltært og ljóst. Það mikið talað um samfélagslega ábyrgð og auðvitað eiga þessi fyrirtæki stærstu í sjávarútvegi að sýna samfélagslega ábyrgð. Auðvitað það þannig. En í raun þegar menn fara að skoða ofan í kjölinn hvað það sem að, þá eru þeir vantarlega að spila eftir þeim leikareglum sem að þeim hefur verið úthlutað og það eru þingmennirnir sem að eiga mínu viti, þeir bera mestu samfélagslega ábyrgðina á að búa til reglur til þess fyrir útgerðina og ramma til þess að vinna eftir. Svo þau leikja ekki svona lausum hala eins og hefur verið hingað til. Og nú bara komið að því að fyrir þingmenn að svara þessari spurningu. Ég tel mig vera kosin til þess að vera bjartsýnn fyrir hönd allavega íbúanna á Djúpavogi og ég ætla að vera það alveg fram með rauðan dauða.